Gleðilega hvíldardag, kæru vinir. Fyrirsögnin á máli mínu flýið saurlifnaðinn, sér hver önnur synd sem maðurinn drýgir fyrir utan líkama hans, en saurlífsmaðurinn syndgar á móti eigin líkama. Vitið þér ekki að líkami yðar musteri heilags anda sem í yður og þér hafið frá Guði. Og ekki eru þér yðar eigin, þér eruð verði keyptir. Vegsamið því Guð með líkama yðar. Ástæðan til þess að ég byrja mál mitt með þessu að ég mun fjalla aðeins málamiðlanir og það felur í sér ýmislegt eins og það að breyta líkama sínum og ýmislegt annað. Og þeir sem að gera það eða fara þá vegferð hafa ekki hugmynd, hafa enga hugmynd að Guð keypti okkur dýru verði með syni sínum. En við skulum halda áfram. Eins og ég segi, hún gæti heitið málamiðlanir. Þegar ég fletti upp orðinu málamiðlun kom upp ótal skýringar þýðingu þessa hugtaks og það var svo langur bálkur að ég ætla ekki einu svona að leggja það á ykkur að heyra hann allan. Þið getið flett þessu upp í orðabók og það alveg frábært hvað það mörg hugtök sem tengjast þýðingu þessa orðs, málamiðlanir. En það getur þýtt sátt, það getur þýtt eftirlátssemi, samstarfsvilji, samningagerð, hentistefna, hófsemi, samkomulag, samningamakk, heilbrigðsskynsemi, baktjaldamakk og svo framvegis. Sem sagt, allt eftir því rauninni hver á bakvið þessa málamiðlanir. Það svo oft 2 andlit eða fleiri í þessu hugtaki. Eftir því hver á heldur ef svo má segja. Ég rakst á áhugaverða málamiðlun í bréfi frá kristnum vinum mínum í Ameríku. Mike Snavely, hann búinn að predika og halda lærða fyrirlestra sköpun Guðs og Nóaflóðið. Hann hefur farið með hópa fólks í safariferðir í gljúfrin miklu og til að sýna fram á ummerki flóðið og hvernig það mótaði gljúfrin. Þeir sem hafa komið inn í Grand Canyon eða gljúfrin miklu, maður yfirleitt verður svolítið orðlaus. En ásamt mörgu öðru hefur að reynda að sýna fram á að ekki að ræða málamiðlanir í sköpun Guðs og karakter. Guð óumbreytanlegur og fullkominn. Það vantar reyndar að mynda á gljúfrunum miklu en hér eru aðra myndir sem hann sendi mér og það eiga að vera af svokölluðum forfeðrum okkar eða mannapar. Og Mike vakti athygli mín á því að það sést í hvítuna í augum þessara mannapa. En auðvitað eru þetta allt saman falsaðar myndir. Það einhver apar í rauninni með sjáanlega augnahvítu og þetta eru myndir sem búið að laga til. Og við spyrjum, var Guð að tala til þessara forfeðra? Eins og margir álíta hafi verið forverar okkar þegar hann talaði heilagleika líkamans. Þetta þróunarkenningin sem hann tröllríður öllu. Það voru málamiðlanir. En ég held að Guð hafi ekki verið að tala til þeirra þegar hann ámyndi okkur í Kórinthubréfinu. Voru þessir menn verði keyptir? Held ekki, þeir voru aldrei til. Guð dó fyrir alla menn, hann dó fyrir sína sköpuðu menn. Hérna sjáum við raunverulega apa. Þið sjáuð ekki hvítun á augunum. Þróun semst eina af þessum málamiðlunum. Og hvað hún annað en málamiðlun að geðþótta þeirra sem ljúga hiklaust upp í opið geð heimsins
og þeirra málamiðlun er ekki réttlát. Frekar en svo málamiðlun sem höggormurinn beitti við fyrstu mannverur á jörðinni. Guð sagði, ef þið snertið þetta forbóðna tré, þennan forbóðna ávexti, þá munu þið vissulega deyja. En Satan sagði þvert á móti, munið ekki deyja. Þið munu verða margs vísari, öðlast þekkingu, líkast Guði, vita skil góðs og ills. Og mörgum öldum seinna komu vísindamenn og reyndu að telja mönnum trúum að við værum afkvæmi apana. Lugu hiklaust sköpun gagnvart þróun. En í Adam og Eva fengu vissulega að vita mun góðs og ills og við höfum alla tíð þurft að finna fyrir því síðan. Illskan á sér mörg andlit og baráttan sannleikan verður æ harðari. Málamiðlun getur verið góð, einungis ef hún kemur frá hjarta sem helgast hefur Guði og vill gjöra gott. Margir þekkja þá málamiðlun sem gerð var hvíldardag Guðs fyrir það bil 1700 árum, þegar valdamenn rómönsku kirkjunnar ákváðu að gera málamiðlun við þá sem dýrkuðu sólguðinn, til að fá þá í lið með sér og styrkja valdasvið sitt. Alla tíð síðan hefur mörgum kirkjunarmönnum ekki verið haggað í því að snúa frá þessari málamiðlun, enda löngorðin að föstum lagabókstaf víða. Samanber helgi sunnudagsins sem hvíldardags. Já, það er allt harðlokað sums staðar í heiminum og bannað að vinna á sunnudum. Og málamiðlun hefur gjarnan verið í ýmsum myndum. Jesú reis upp á þessum degi og þess vegna ber að helga hann. Postularnir brutu brauð á sunnudegi og þess vegna er hann réttur helgidagur. Þeir brutu brauð marga aðra daga líka, en það er ekki talað það. Ef málamiðlun kemur frá óvinum Guðs, er hún oftar en ekki beinn þrýstingur í að koma sínum sjónarmiðum fram og þvinga menn til að ganga að þeim, leynt eða ljóst. Hvaða afl lýsir slíkum tilhneigingum? Stolt kannski, ósveigjanleiki. Orðið sem við þekkjum sem stolt er pride á ensku. Sjálft orðið stolt finnst ekki í íslensku biblíunni, en orðið pride er þýtt sem dramb. Undarlegt að samtök sem við könnumst öll við kenna sig við enska orðið pride. Dramb er rauninni enska orðið pride en orðið sem þýtt er dramb. Sem sagt, við getum kallað það samtök glaðra drembilátra. Er það nokkur málamiðlun? Davíð taldi sig hafa ástæðu til að fullvissa Guðum að hann hefði lagt niður drambið. Því hann segir í Sálmi 131, versi 1-3, Drottin hjarta mitt er eigi dramblátt, en ég augum mín hrokafull. Ég fæst eigi við mikil málefni, en ég þau sem mér eru ofvaxin. Sjá, ég hef sefað sál mína og þaggað niður í henni. Eins og afvani barn hjá móður sinni, svo er sál mín í mér. Vona Ísrael á Drottin héðan í frá og að eilífu. Davíð sá ástæðu til að líkja sér við ungt barn, hreykti sér ekki af eigin visku né réttlæti. Við getum hiklaust tekið Davíð til fyrirmyndar. Fáir hafa sýnt jafn mannlega og breyska hegðun og fáir hafa iðrast af jafn mikilli einlægni og þjáðst vegna mistaka sinna og fáir fengið eins mikla fyrirgefningu og uppreisn æru eins og hann. Hann fékk að kenna á því, en sonur hans, Salómon, reisti musterið mikla og hann varð voldugasti konungur sinnar samtíðar, vitur og vinsæll. Samt féll hann líka í freistni þegar drambið, stoltið, læddist að og málamiðlanir við eiginkonur og hjákonur af heiðinni trú sem dýrkuðu aðra guði komst að.
Já, þið þekkið þessa sögu og ef ekki, þá hvet ég ykkur til að lesa og íhuga hver leiðin milli rangra og réttra málamiðlana er stutt. Stundum bara eitt pennastrikk, ein ákvörðun. Hvers vegna gerir fólk málamiðlanir þvert gegn trúarvitund og orði Guðs? Við höfum verið og erum sífellt undir áhrifum óvinar Guðs. Fæstir gerir sig grein fyrir því. Stolt eða dramb er eitt stærsti þátturinn í því. Við viljum flest fá viðurkenningu, já, jafnvel aðdáun og fylgi annara. Við sjáum þetta vel í þeirri baráttu sem á sér stað embætti forseta Íslands. Sá sem öfundaði Guð og ásetti sér að ná völdum á himnum löngu fyrir daga jarðarmannkins, hann hefur náð að vera ótrúlega áhrifamikill og sáði mannin eftirsókn eftir auði og völdum, sama hvað. Til þess hefur hann nota ótrúlega klóka aðferð. Hann hefur höfðað til stoltsins, dramsins, sem segir svo, Guð er ekki til, Guð er langt í burtu. Ég er nógu góð, í eigin mætti. Ég er flottur, ég get allt sem ég trúi á að ég geti, jafnvel án Guðs. Þessi tilhneiging var líka til á dögum þeirra sem byggðu Babelturnin. Þeir voru sannfærðir að þeir gætu náð að byggja turn sem næði upp til Guðs og geri þeim kleift að setjast á valdastól af einhverju tagi. Komast hjá að drukkna í öðru flóði. Þeir voru fljótir að gleyma því að Guð ætlaði ekki að senda annað flóð. Trúin fljót að sljókast, traustið á Guði á undanhaldi. Já, það sést hérna mynd, einhvers konar Babelturn þarna í baksýn og Babylon, eins og listamaðurinn ímyndar sér hana. Það var fljótt að gerast. Guð sendi þá út alla jörð svo þeir gætu byggt og uppfyllt jörðina en ekki einhver turn. Þeir áttu Guð að eftir treystu honum og létu ekki drambið villa sér sín. Það er umhugsunarvert að út allan heim, sérstaklega í afskekktum þjóðfélögum, svoköllum frumstæðum þjóðarbrotum, kemur svipað svar frá þeim flestum varðandi uppruna sinn, sögu þeirra mannkyns. Sagan hefst oftar en ekki á orðunum einu sinni var mikið flóð, samhljóða á allan mikilvægan máta. Hvernig má það skiljast nema ef það var svo? Og sagan gekk mann fram að manni sem saga ættstofnsins sem ekki mátti gleymast. Og af hverju er sagan flóðið til í frumstæðum þjóðarbrotum? Þetta er náttúrulega ekki góð mynd af örkinni Nóa, í rauninni var þetta risa flotkassi, en það margir vilja ekki þetta ræða. Það var svo gott að hlusta á það sem við blasir. Þarna kemur myndin af gljúfrinu mikla. Gljúfrinu sem myndaðist við eftirköst flóðsins. Þegar þessi mikli vatnsflaumur sem var náttúrulega alheims haf á tímabilið því að flóðið huldi alla jörðina, og þegar það var að renna í burtu og safnast í úthöfin, þá gerðist svona hlutir. Við erum að tala ofurmátt vatnsins að sverfa, og þá var þessi leir, já, og jörðin öll, hún var mjúk og meðfærileg, og þá má á mörgum stöðum finna menjar berg sem liggur í öldum, liggur í alls konar lögum, af því að það var mýkri leir og jörðin byltist og hvolfdist á allra handa máta, en vísindamenn vilja ekki tala það. Þeir tala milljónir ára og milljónir þróunar ára, og þeir tala að einhver smá árspræna hafi sorfið þessi gljúfur. En
bara ef við notum skynsemina þá sjáum við að það gengur ekki upp. Því að áin sem rennur á botni gljúfursins, hún löngu hætt að sverfa niður gljúfrið eins og þeir lýstu, en þeir gefa sér alltaf tíma, þessi milljónir ára. Eitt það erfiðasta sem maðurinn tekst á við að breyta trú sinni. Skoðun sem oftar en ekki orðin nokkuð rótföst. Ég man það sjálf eftir að hafa átt trú sem á nokkru snerist andatrú og eigin getu mannsins til að hafa orku áhrif á aðra með hugarafli eða miðilshæfileikum. Þetta var í raun hvergi skýrt meira, þetta var rauninni arfur frá uppvexti mínum og líka leitað einhverjum sannleika. Mér fannst erfiðast að trúa einfaldlega á Guð og sköpun hans og áhuga hans á minni eigin velferð. Ég ólst upp við vanrækslu og það tók mig tíma að skilja að einhver sem héti Guð Faðir hefði áhuga á mér persónulega. Skiljiði, þegar maður hefur ekki alist upp við það að einhver beri persónulega velferð manns í huga, þá þarf maður að venjast því að einhver staðar ofurstór Guð sem ber þína persónulegu velferð fyrir brjósti. Þú ert augasteinninn hans. Já, kærleika hans. Ég vissi varla hvað kærleiki var. Og ekki að tala fórnina sem var færð sem gjald fyrir syndir. Það tók mig tíma að bara taka það inn að Kristur hefði fórnað einhverju fyrir eitthvað sem ég gerði og allt mannkynið. En við lestur orðsins og kærleiksríka umhyggju þeirra sem leiddu mig í gegnum orðið, þá fann ég loksins örugga höfn, friðarhöfn Jesú Krists og Guðs föður. Já, þá tók mig líka tíma að skilja að Jesú væri í raun líka Guð. En hann sagði það svo skýrt í Jóhannesar Guðspjalli 10. kafla. Jesús gekk í súlnagöngum Salómons í helgidóminum og þá söfnuðu gyðingar hann og sögðu við hann: Hve lengi lætur þú oss í óvissu? Ef þú ert Kristur, þá segðu okkur það berum orðum. Jesús svaraði þeim: Ég hef sagt yður það, en þér trúið ekki. Verkin sem ég gjöri í nafni föður míns, þau vitna mig, en þér trúið mér ekki. Því að þér eruð ekki úr hópi sauða minna. Mínir sauðir heyra raust mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf og þeir skulu aldrei að eilífu glatast og enginn skal slíta þá úr hendi minni. Faðir minn sem hefur gefið mér þá meir en allir og enginn getur slitið þá úr hendi föðurins. Hugsið ykkur, það getur enginn slitið okkur úr hendi Jesú. Svo segir hann þarna, þessa mikilvægu setningu, ég og Faðirinn erum eitt. Hversu auðvelt að skilja það? Það þarf ekki að túlka það. Þeir eru einn. Ung kona að nafni Michelle, hún fann hjá sér þörf til að hlusta á útvarp og Steini var að tala útvarpið og ólíklegast að fólk að hlusta á útvarpið og læra af því sem þar fjallað Og við getum aldrei nógsamlega þakkað fyrir það að hafa haldið út í útvarpi í meir en 2 áratugi. Eins og Steini sagði, það eru svo margir þarna úti sem hlusta. Hún fann hjá sér þörf, hún Michelle, til að hlusta á útvarpssamtal sem snerist algjörlega einstakt prógram sem kallast Svör úr Biblíunni í beinni útsendingu. Hún sperrti eyrun. Fyrir hana var djúpur skilningur á Biblíunni alls ekki svo aðgengilegur. Við vitum það. Svo hún fór að hlusta á hverju morgni. Einn daginn komst hún samt sem áður í uppnám þegar pastorinn kallaði laugardaginn hvíldardag. Svar hans vakti með henni minningu frekar
súr vonbrigði lokaða verslun á laugardegi þegar hana langaði til að versla. Eigandinn var kristinn maður sem fór í kirkju á laugardegi, 7. deginum. Eitthvað sem henni fannst bara kolvitlaust og rangt. Þegar hún vissi hver pastorinn í útvarpinu var, skipti hún stöð, en ekki lengi. Nokkrum dögum síðar spurði hlustandi, af því þetta var í beinni útsendingu, þá spurði hlustandi burtnámið. Þegar sagt að sumri verður brotnumdir en aðrir skildir eftir. Eitthvað sem hún hafði vaxið upp við að hafa áhyggjur af. Hún hafði jafnvel látið börnin sín horfa á þættina Left Behind eða Skilin eftir, sem ykkar kannski horft á þá, með sér. En nú var þessi prestur að segja henni að hún hefði eytt öllu lífi sínu í að vera upptekin af einhverju sem var ekki satt. Ekkert af því. Og hún varð aftur örg. Hvernig getur hann sagt þetta, hvæsti hún? Ég er búin að heyra brottnám allt mitt líf. Svo hætti hún að hlusta á þáttinn og þetta fólk sem hélt hvíldardaginn. En viku síðar gat hún samt ekki staðist mátið, heilagur andi verið að kippa í hana, kveikti á stöðinni í útvarpinu og samtali snerist hvíldardaginn enn og aftur. En í þetta skipti skýrði presturinn nánar út atvik í tengslum við dauða og krossfestingu Jesú. Hvernig fylgjendur hans flýttu sér að setja líkama hans í gröfina fyrir upphaf hvíldardagsins og hvernig þeir héldu kyrru fyrir sjálfan hvíldardaginn Jesús einnig, hvíldist í gröfinni. Það var eins og bjöllur hringdu í höfðu mér sjálf, ding, 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 eins og hún sjálf sagði. Hvíldardagurinn er raunverulega hvíldardagurinn. Dagur hvíldar og lofgjörðar. Þetta var svo skýrt og klárt. Og hún bætir við, sem ég horfi tilbaka, sé ég að Guðs hönd var inn í þessu öllu. Ég er svo þakklátt prestinum sem kenndi þetta svo vel. Aðferð hans í að kenna gerir það svo auðvelt að hlusta og læra. Í dag dreifir þessi kona boðskap sannleikan og hinn sanna hvíldardag og endurkomu Krists. Ég hef verið blekkt mest allt líf mitt en ég er ekki lengur blind. Þetta er það besta sem hefur nokkur tíman gerst á ævi minni, segir Michelle. Ég er nú ein af þessu fólki sem gæti ekki verið hamingjusamari. Ég get tekið undir orð Michelle. Sá friður sem Guð gefur í hjartað, sem tekur burtu allan kvíða og óróa, það getur sannarlega flokkast sem hamingja. Það að vita og trúa að Kristur kemur, hvort sem við verðum á lífi eða ekki. Bara það er nægilegt til að fara með friði í gegnum lífið án kvíða endinn. Michelle fór ekki í málamiðlanir, hún tók á móti boðskapnum. Hún hafði trúað á vissan boðskap sem gerði hana kvíðna, en þar sem hún rannsakaði ekki Biblíuna vissi hún ekki að margir gera málamiðlanir, taka eitthvað, eitt orð eða setningu út úr Biblíunni og gera að sinni kenningu. Ekki ósvipað og vísindamennirnir sem fundu bein úr höfði einhver sem þeir töldu líkjast manni og þeir tóku til við að bæta við og búa til höfuðkúpu í kringum beinhlutan, svo eins og góðir sölumenn fullyrtu eitt og annað sem hvern annan stóra sannleika og vísindalega uppgötvun og sögðu að þetta væri einn týndi hlekkurinn í þróun mannsins. Það er ekki tími hér til að útlista þetta nánar. Þetta var bara ein af mörgum blekkingum. Rétt eins og apa manna myndirna sem þið sáuð í upphafi. Þessi með augnhvítuna og brosið. Tilbúna myndir, falsaða myndir. En þið sá að þeir hikuðu ekki við að vinna gegn sannleikanum sköpun Guðs. Að búa til nýjan eigin sannleik.
sem á ekkert skylt við sannleik. Núna er komin gervigreind sem gerir allt svo auðvelt og því miður eru margar sálir sem leita ekkert lengra en láta mata sig á furður sínum og upplýsingum eins og bornar voru upp í Eden forðum daga. Sýnum að menn séu meira og meira verða guðum líkir, klárir og vitrir. Já, svo langt er glundroðin komin að læknavísindin gleypa það að æ fleiri ungmenni sem glíma við þá hugmynd að þau hafi fæðist í röngum líkama, svo undarlegt sem það má vera, að þeim hafi fjölgað svona hratt á örfáum árum. Hvað er að gerast? Sér fólk ekki að það er eitthvað rangt við að henda þeim út í djúpulaugina og hjálpa til við að breyta einu kyni í annað með efnainngrippi og skurðaðgerðum? Þeir breyta ekki genunum, kvenn eða karla, þeir hræra bara í efnafræði líkamanns. Líkaminn er heilagt musteri Guðs anda, en þessi menn skeyta því engu. Fædd kona, alltaf kona. Fæddur karl, alltaf karl. Allt annað er inngrip, gert til þess að fullnægja óánægju og hugarangri sem oft á bara eftir að aukast. Og veit nokkur hve illa tekst til, oftar en ekki? Þeir sem eiga bágt eftir slíkt inngrip fá sjaldnar eða ekki að heyrast eða sjást. Ekki frekar en þeir sem fóru illa út úr sprautum við COVID og stríða við alls konar vanheils og skert lífsgæði. Ef við gaggrínum vísindin kann að vera að fjöldin snúist gegn okkur og við séum sett út í kuldan. Mistök mega ekki viðurkennast. Við höfum mörg dæmi þetta, þar sem litli maðurinn berst fyrir rétti smárahópa sem liðið hafa vegna til dæmis mengunarslysa og fyrir kraftaverk tókst að vekja athygli á einstaka glæpsamlegum aðgerðum af hendi misvitra peningafla. En mig langar að minna ykkur á vinina sem herteknir voru í Jerúsalem og fluttir til Babylon og hann er mynd af skreytingum eins og skreytt var í Babylon. Þeir fóru ekki í neinar málamiðlanir þegar þeir áttu að beygja sig fyrir ægivaldi konungsins Nebúkadnesar. Þó að við þeim blasti að verða brenndir í eyðandi eldi létu þeir ekkert buga sig. Og Jesú var með þeim í eldsofninum og ekki fannst sviðið hár á höfðin eins því hermennirnir sem köstuðu þeim í gjósandi ofnin, þeir týndu lífi sínu við það verk. Kjarkur þeirra og trú var óbifanleg. Og vel að merkja, þarna náði Guð til konungsins, hann viðurkenndi að lokum hver Guð væri og trúði á hann. Hvað segir þetta okkur? Að Jesús sagði satt hann sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Og þessi mynd, hún er á draumi Nebúkadnesar, þar sem gull líkneski mikið, fellur til jarðar og verður að dufti, þegar steinn, sem enginn vissi hvaðan kom, féll á fætur líkneskisins. Það er gaman að lesa Daniels bók og lesa þennan draum sem að Daniel réði fyrir konungin. Látum þetta vera loka orðin. Í dag, ekki láta hugfallast. Ekki láta fallast í þá gröf að gleyma eins og sonur Nebúkadnesar Belsasar gerði. Lesum og lærum með því að lesa Daniels bók. Segjum öðrum frá og óttumst ekkert. Muni hvað Jesú lagði fyrir okkur að gera. Hann sagði í Mattheus 28, 19-20 versi, farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni Föður, Sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, enn og aftur, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar.
Þessi mynd listamannsins á að sýna Jesú í musturinu mikla á himnum, jafnvel eins og prestarnir voru til forna. En það er sagt að örkin sé á himnum og það er sagt að Jesús sé milligöngumaður okkar. Það má lesa það í Hebreabréfinu. Hann er með okkur alla daga. Núna er hann að undirbúa komu okkar til sín. Ekki að nema einn og einn brott í daglegu lífi heldur við upprisuna miklu. Hann er með okkur alla daga.